Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrr umsjónamaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur líka úti vefsíðunni leip.is, það er leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hveti til að kynna þér. Mér langar að byrja þennan þátt á að leita til hlustenda og óska eftir að fá fólk til okkar sem vill taka fjármálin sín í gegn í þætti hjá okkur. Ef þú, hlustandi góður, hefur áhuga eða þekkir einhvern sem hefur áhuga, máttu endilega setja því í samband við okkur á Facebook síðu þáttarins. Það er viðeigandi fyrir umfjöllunarefni þessi þáttar sem er í grunninum ferðalög og fjármál ferðalaga og alls konar að það er steikjandi hiti hérna í stúdíónu okkar út á Granda. Íslenska sumarið er formlega hafið, þjóðin er korter í að vera full bólusett og Íslendingar farnir að renna hýru auga til útlandaferða sem er á vissan hátt kaldhæði því leið og það verður líft utandyra á þessu landi reynum okkar besta til að komast í burtu. En til að ræða þessi mál er komin til mín Snæfríður Ingadóttir, mér blaðamaður, bókaútgefandi, ferðamálafrummaður og mér langar eiginlega að segja margt fleira. Velkomin Snæfríður. Takk. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara sjálfsagt. Þú settir því samband við okkur og vaktir athygli á málefni sem er mjög áhugavert og sérstaklega einmitt á þessum tímum núna og það eru ferðalög og fjármál ferðalaga. En áður en við förum út í það, þá langar mér kannski að biðja þér svona að segja aðeins bara frá sjálfri þér. Hver ertu og hvaðan kemur og hvert þetta fara? Húf, hvað hefur mikið tíma? Heyrðu, eins langa tíma við viljum, það er kosturinn við svona hlaðu. Tja, það er spurning hvar við að byrja. Ég fætt og uppalinn á Akureyri, býð þar í dag, ég er gift og á 3 börn. Ég hef starfað við hérna ýmsu fjölmiðla í gegnum tíðina en undanfarið þá hef ég svona aðalega verið að fástu bókarskrif og fyrirlestrahald og þar hafa einmitt ferðalög verið svona frekar áberandi. Akkurat. Ég hef verið að skrifa hérna ferðamannahandbækur Tenerife og Gran Canaria og handbók íbúaskipti og svo núna var ég að gefa út bókum fyrir fólk sem vil flytja til Spánar. Ok, það er nóg að gera. Já. Og hvernig hefur þetta gengið? Er þetta svona sígilt viðfangsefni og mikið sótt í þetta? Já, þessi akkurat síðasta ár það var kannski ekki besta árið til þess að vera í þessum bransa. Svolítið erfitt að selja hérna ferðabækur á tímum ferðabans. Já. En vissulega hafa Íslendingar mikið áhuga á ferðalögum og sérstaklega þá einmitt á þessar slóðir sem ég nefndi, Gran Canaria og Tenerife, það har náttúrulega verið bara mjög vinsalegir áfangastæðir. En ég hef kannski svona aðalega verið að benda fólki á íbúaskipti sem mögulegan ferðamáta og svo hef ég líka bara verið að hvetja fólk til þess að fara kannski í aðeins öðruvísi ferðalög að því leiti að hérna bara fá aðeins meiri upplöðun út úr ferðaleginu, ekki bara vera á hótelbakkanum heldur sjá aðeins meira og það var nú eiginlega það sem var til dæmis hvatinn að þessum bókum Tenerife og Gran Canaria. Mér fannst bara þessar eyjar ættu skili meiri athygli því það er svo ótrúlega margt að sjá og skoða þar. Það er einmitt eitthvað sem maður heyrir að það eru nokkrar hliðar á þessum eyjum, ekki bara svona þessar hefðbundur sem flestir kannski sjá sem eru svona hótel og hérna sundlaugabakkar og strendur, heldur eru þetta náttúruperlur og fjöll sem hlaupa á 1000 metra og fleira í þeim túr. Algjörlega. Þannig að það er margt meira þarna heldur en það sem maður sér kannski svona í fyrsta kasti. Já, einmitt. En hvernig kom þetta til? Hvernig leiddist þú út í þetta? Já, sko, með íbúaskiptin, ég hef alltaf haft bara mikinn áhuga á ferðalögum. Ég fór unga ferðast og hérna, ég var au pair í Þýskalandi, ég var í námi í Frakklandi tíma og í námi í Noregi og svo var ég, og svo hef ég oft verið með svona ferðatengt verkefni í gegnum hérna vinnu mína hjá fjölmiðlum. Já. Ég var til dæmis ritstjóri hjá flugblaði Iceland Express og hef skrifað mikið ferðamál í starfum mínu sem blaðamaður. Þannig að svona ferðamál hafa svolítið, já, ég hef alltaf haft svolítið áhuga á ferðamálum. Já. En svo var það þannig að eftir hrunið þá fluttum við fjölskyldan til Akureyrar og ég eignaði sem sagt við eignuðust 3 börn á 5 árum með tilheyrandi tekjutapi sem fylgir því að vera svona mikið í fæðingarorlofi.
Og þörf fyrir stærra húsnæði já, á sama tíma. Já, og maður svona rétta sig af eftir hrunið en á sama tíma þá langaði mann samt sem áður halda áfram að ferðast og það bara einhvern veginn heldist yfir mig þarna gríðarleg ferðaþörf árið 2013, þá var því fertug. Já. Og á því ári urðu líka fleiri atburðir. Í upphafi ársins þá sagði ég upp föstu starfi, ég hafði verið fréttamaður á RÚV og sagði upp því starfi af því að ég var með svona nýsköpunar hugmynd og hugmyndabók sem ég langaði til að fara að sinna og þetta sama ár þá dóu 2 vinir mannsins míns. Já. Bara slysförum þá? Annar dó að slysförum og hinn dó að veikindum og þetta voru bara menn í fullu fjöri á okkar aldri. Já. Og þetta var svona kveikjan að ákveðnum hugsunum bara tilgang lífsins og bara hvað maður vill vera að eyða tíma sínum í og slíkt. Og svo þetta eitthvað svona þegar stór afmæli banka líka upp á. Þetta var eitthvað líka með það. Þarna var ég orðin fertug, 3 barna móðir á Akureyri í snjónum, kuldanum og ég þráði bara eitthvað nýtt og ég fyrir eitthvað að tala manninu minn það bara hvort að við getum nú ekki farið í bara í einhverja sólalandaferð og hann bara, þú veist, þú ert eitthvað ruggluð sko, við bara valla náðum endum saman þarna og ég var alveg bara först á því að við erum eitthvað að gera nú bara mér fannst bara lífi hreinlega að vera að hlaupa frá mér þarna á þetta ár sem var fertug og ég fann leið til að koma okkur út í heim sem var íbúðaskipti og í lok ársins þá fórum við í 4 vikna ferð til Kanaríja fórum á eigin á Fuerteventura sem sagt kanarísku eigarnar eru 8 talsins Fuerteventura er ein af þeim og ég vissi ekkert Kanaríjar á þessum tíma og við vorum hann í 4 vikur með þessi 3 börn og þetta var bara yndislegt bara alveg geggja að komast í burt á miðum vetri í sól og sumar og ég náði einhvern veginn að telja manni minn á þetta með því að það var grein sem birtist í DVAF það sem að kostnaður jólana var tekin saman og ég sagði við hann, þú veist, sjáðu hvað kostar að halda jólin við bara sleppum jólunum í ár og förum út í staðinn við gerum íbúðaskipti þá þurfum við ekki að greiða sem sagt, fyrir gistingu og við náðum sem sagt, flugmiðum á góðu verði þannig að þetta kostaði bara eiginlega ekki neitt og þarna þá bara opnaðist alveg nýr heimur og ég var bara alveg heilluð að þessum ferðamáta og næsta árið og næstu áruna eftir þá bara notuðum við íbúðaskipti alveg gríðarlega mikið árið þar eftir við fórum til Oslo, við fórum til New York við fórum innanlands einhverja sumarbústaði svo fórum við til Sardiníu aftur til Kanaríja og svo framvegis Hvað voruð þið margar vikur úti? Það var bara misjæmt eftir eftir ferðalögum yfir árið, voruð hálft árið bara í burtu? Þetta var alveg bara rosa mikið þetta næsta ár, af því ég var bara einhvern veginn lífið núna, við verðum bara að gera eitthvað skemmtilegt og eftir þetta við höfum bara haldið þessu svolítið áfram að nýta okkur íbúðaskipti og við gerum það enn þann dag í dag þó að fjárráðin séu orðin meiri því að íbúðaskiptið gefa bara þú sparar vissulega mikinn pening á þessu, ég meina, getur bara sett upp einfalt dæmi, hvað kostar að gista á hóteli? Ég var að segja, þú veist 10-25.000 ég myndi segja þú færð nú eiginlega vallanótt undir 20.000 og þú veist, það er kannski bara fyrir 2 ég meina, ég er með 5 manna fjölskyldu en ok, segjum að nótti sé á 20.000 og þú ferð í 2 vikna ferðalag og hvað er það, 280.000 eða ekki? Eitthvað svoleiðis. Já, ég meina þú sér það og þarft ekki að borða bróðpartur úr mánaðarlaunum fyrir venjulegan launamann nákvæmlega og ef þú getur sleppt gistikostnaðinum það áttu náttúrulega þarna að auka pening til að gera kannski bara eitthvað ennþá skemmtilegra í ferðalaginu þannig að það munar minna og þetta er svona þetta er möguleiki sem að ég velti fyrir mig hvort að fólk almennt gerir sér grein fyrir hversu bæði þú getur kannski aðeins komið inn á það hversu svona aðgengilegt þetta er og hversu þú veist, er þetta mikið vesen, mikið vandræði kringum þetta, eða gengur þetta bara svona tiltölulega smurt fyrir sig? Það er náttúrulega alveg heilmikið vesen, ég veit ekki alveg, en sko,
það sem ég finnst kannski vera aðalmáli í þessu það að þú sem húsnæðis eigandi, þú átt eign og þið langar að fara í ferðalag og þú lætur eignina bara standa tóma á meðan þú ert í burtu. Það er ekki góð nýting á fjárfestingu, þannig að þetta er alveg bara kjörið að lána einhverjum íbúðarhúsnæði þitt meðan þú ert í burtu. Já. Og það eru sérstakar skipti síður sem að sérhafa sig í því að koma samböndum á milli fólks. Já. Og íbúðaskipti er alls ekki nýja nálin. Ég held að fyrstu samtökin hafi verið stofnuð 1950 og eitthvað jafnvel, sko, og þá var þetta bara svona prentaði bæklingur og fólk skrifaðist á og þetta var mjög seinvirkt, en núna er þetta semst bara fyrir þetta fram á netinu. Já. Þú skráir þið semst bara á svona skiptisíðu, setur upp auglýsingu fyrir þitt heimili og sendir svo bara bréf eða fyrirspurnir til annara meðlima og stundum þarf þetta að senda nokkuð margar fyrirspurnir og endanum færðu yfirleitt já. Okay. Nú ég hef aðeins dýft tánum í það að sko leigja á Airbnb þegar var opnað fyrir þann glugga að þú megi nýta 90 nætur og hafa alltaf 2 milljónir í tekjur af því ári, þá notaði ég þann möguleika að leigja íbúðuna mína út þegar ég og kærasta mín ferðumst sko, og voru þá yfirleitt í leigðum íbúðum á móti og þá yfirleitt gegnum Airbnb og Airbnb hefur verið svona, þetta er svona Netflix þessa markaðar, þetta er svona stóra brandið, stóra nafnið, en þetta eru ekki eiginlega svona home exchange eða íbúðaskipti, þannig er þetta að láta íbúðina þína fyrir peninga, en það sem þú ert að tala er það þegar fólk sko bara fer beint á milli, þú veist, ég fer heim til þín og þú fer heim til mín og við vitum í rauninni þannig séð hvort af öðru. Já, þetta er sko, með Airbnb er alveg bara mjög sniður vettvangur, þá ertu líka að nýta það sem þú átt. Já. Þá ertu að leigja út íbúðina eina þegar þú ert í burtu og lætur hann ekkert standa tóma og við erum alveg sammála það er náttúrulega alveg bara frábært að nýta það sem maður á. Þannig. En þá ertu að leigja og sá sem kemur til þín, hann borgar peninga fyrir það. Já. Og þegar einhver borgar bara peninga fyrir eitthvað, þá er umgengnin oft svolítið öðruvísi. Nálgast allt öðruvísi, sko. Ef þú fær eitthvað lánað hjá einhverjum, það er bara allt annað. Og veist að hann er heima hjá þér á saman tíma, kannski að passa köttið. Já, nákvæmlega. En sko, eins og ég sagði þetta áðan, ég byrjaði á þessu út af peningunum, til þess að spara peninga. Já. Það var okkar leið til þess að komast út í heim. En núna er ég að nýta þetta kerfi einfaldlega því að það gefur eitthvað sem ekki er hægt að kaupa fyrir peninga. Og það er bara allt önnur upplifun. Og ég sá það til dæmis svo skýrt fyrir nokkrum árum síðan, þá fórum við til Sardiníu, stórfjölskyldan og við höfum gert íbúðaskipti, ég og maðurinn minn, og við fengum geggjað hús. Það voru listaverk á veggjunum, það voru geisladiskar með einhverju, þú veist, tónlist, ítalskri tónlist, það voru bækur í hillunum og hitt og þetta, þannig að við komum hann inn á eitthvað svona heimili sem var fullbúið og með svo mikinn karakter. Akkurat. Á meðan mákona mín sem var með í þessari ferð, hún leigði bara svona eitthvað á Airbnb og það var bara einhverju svona útprentanir keyptir í IKEA á veggjunum, það var alveg sálarlaust. Já, ekkert af húsinu, virkilega fínt, bara skilja með sundlag og eitthvað, en við fengum þessa upplifun, það beið gjöf handa okkur frá húsráðendum, fallegt handskrifa bréf, við vorum með langan lista yfir svona þeirra tips, hvað ætti að gera í umhverfinu og hvað maður ætti að smakka og annað. Og það sem á svona íbúðaskipti gefa oft, alls ekki alltaf, en mjög oft, þau gefa svona sambönd á milli fólks. Og það er nú bara oftast þannig að þó maður er kannski að fara í frí og maður ætla sig kannski ekki eignast til að nýja vini eða fara í frí, en það er samt oft þannig að svo upplifun sem stendur uppi úr fríinu var einmitt þegar þú hittir einhvern heimamann sem að kannski bauðir óvart heim eða sagði þig frá einhverju og þið lendu í einhverjum ævintýrum. Og þarna með því að skipta svona við fólk þá kemst maður sér til samband við heimamenn sem gefa manni oft bara ómetanlega tips og ráðleggingar og stundum myndast bara alveg einstök sambönd og við höfum til dæmis eignast bara alveg gríðarlega góða vinni í gegnum þessi íbúðaskipti. Er þetta stór heimur? Er þetta að setja þetta í hlutföllum við ferðamenn eða svona þetta slá á það? Hvað þetta er umfangsmikið heldur?
Það nú man ég ekki hvað eru margir skráðir á stærstu síðan. Stærsta síðan heitir homeexchange.com og man ekki hvað eru margir meðlimir þar, 40.000 kannski, 400.000 kannski, 400.000 líklega, já. Og þetta er bara alls konar fólk, þetta er dreift allan heiminn og þetta er engin ein típa af fólki, þetta er bæði ríkir, fátækir í öllum stéttum, stjórnmálaflokkum, hvaða kyni sem og það er það sem ég finnst líka alveg einstakt að þarna er fólk til í að deila heimili sínum bara þvert á lönd, þvert á landamæri, trúabröð, stjórnmálaflokka. Já, algjörlega. Og bara treysta einhverjum ókunnum fyrir heimili sínum, þetta er náttúrulega bara alveg stórmerkilegt. Þegar maður horfir á fréttirnar kannski og það ástandi í heiminu lítur kannski ekki sérlega vel út en svo bara er maður í sambandi við eitthvað fólk út í heimi sem er bara góðvildin uppmálu og það hefur oft gerst fyrir mig þegar ég fengi svona fæ lykilin í hendurnar af einhverju heimili, setja hann í og opna og ég bara geng inn á eitthvað bara fullbúið, yndislega fallegt heimili og býði mín eitthvað handskrifa fallegt bref frá ókunnugu fólki. Ég bara tára stundum sko bara yfir því hvað mann er treyst fyrir. Þetta er bara, mér finnst það alveg stórmerkilegt sko. Og það einmitt, þetta gengur út á traust og ég gef mér í ljósi þess hvað þetta er umfangsmikið og stórt samfélag að það sé kannski ekki mikið vandamál í þessu, hvort það sé svona hvort fólk lendi í því eitthvað hverfur eða eitthvað kom upp á. Það er náttúrulega, það er allstaðar en hvort það sé. Já, það er náttúrulega, það er misjafn sauður í mörgu fé sko og auðvita koma upp vandamál og ég hef einmitt verið að halda fyrirlestra íbúðaskipti og þá er þetta alltaf aðalspurningin, er þetta öruggt? Og ég vilt alltaf bara á því að svara, nei, þetta er ekki öruggt. Ekki 100% öruggt. Það er ekkert í heiminum 100% öruggt og sérstaklega ekki þegar ferðalögur annars vegar, ég menna, flugum senkar, hótel eru yfirbókuð og hitt og þetta, þannig að íbúð skiptir ekkit endilega öruggari heldur en neitt annað. Nei, ég veit. En bara gott samband við þann sem maður er að skipta við, það eykur líkurnar og þegar þú ert að skipta svona beint, sem sagt einhver er að koma á heimili þitt og þú ert að fara á heimili hans, það er nú ákveðin trygging fólkin í því. Ég get ímyndað mér sko ef þú ert einhvers staðar og þú upplifir sko viðkomandi er heima hjá þér á meðan, þannig að það er svona ekki það að maður myndi gera neitt af sér en þetta er svona ekstra ámenning það þetta er svona kosmískt jafnvægi sem við þurfum að viðhalda og vera öll góð hvert við hana. Já, nákvæmlega. En svo er náttúrulega hægt að gera þessi íbúðaskipti líka á annan hátt sko, það er líka alveg dæmi þess að fólk skiptir og er ekki í húsnæðinu á sama tíma. Já, og fá þá svona kredit eða sko, fyrst kannski kemur einhverja sumri til þín af því að þú ert bara í útilegu og svo fer þú heim til hans jólin og þá er þið kannski að gera skiptin ekki á sama tíma þannig að einhver kemur undan heim til þín og þú fer seinna til hans. Síðan er til eitthvað sem heitir punktaskipti og þá færði í rauninni svona punkta eða glóp eða ballón eða það heitir mismunandi nöfnum eftir síðum en þá færðu þetta er svona innegnan og þetta er svona liggur við innegnabref þannig að ef að íbúin þín er laus þá kannski hleypir þú einhverjum frökkum inn til þín en þú ætlar aldrei til Frakklands þá getur þú nota þessa punkta og fengið íbúð þá kannski í New York eða hvað sem er óskalistanum hjá þér og fólki í New York það vill ekkert koma til Íslands það ætlar bara til Jamaica þannig að þá rúlar svona bolti bara á milli fólks. Og skemmtilegt hagkerfi sem þetta er bara eigi hagkerfi sko. Já. En forsenda til að taka þátt í þessu er náttúrulega það að hafa íbúð til að geta verið með. Jú, það er algjörlega þannig en þeir sem náttúrulega ekki eiga íbúð, þeir geta líka eða leigja, það vantarlega ef leigusaliðin er á þeim börnum að leiga, þú þarft í rauninni bara að vera með heimili. Þú þarft að vera með eitthvað heimili til að skipta á. En svo náttúrulega sko er líka alveg hægt að ferðast þó maður ekki heimili og gera það á hagkvæman hátt sko. Það er náttúrulega fullt af öðrum síðum sem kannski til dæmis bjóð upp á það að þú passir dýr og fáir lánað hús, þá þarft ekki að láta neitt heimili í staðinn. Þannig að það er ýmislegt í boði það er sem sagt það er alveg hægt að ferðast þó maður sé ekki með fulla vasa fjár. Akkurat, og það er svona kannski eitthvað sem að maður gleymir maður lefur sér ekki að hugsa það því ferðalög og veist, þetta er alveg svona frekar stór biti úr svona árlegu bókaldi hjá manni að maður fer í ferðalagi, tala nú ekki þegar það er sko 5 manna fjölskylda að fara
og bara 2 að borga fyrir þetta. Einmitt, og líka það sem við höfum getað leyft okkur með því að nota íbúðskipti, þá höfum við getað farið í lengri ferðir. Eins og þú segir, ef þetta er stór biti og flestir eru þá bara kannski bara í viku eða 10 daga, þetta er bara það dýrt. Já. En ef þú getur losnað við gistikostnaðinn, þá kannski annarkvort gerur eitthvað meira í fríinu eða getur einmitt lengt fríið. Þannig að En aðeins að svona við vorum aðeins að spjalla hérna fyrir þáttin og ég kíkti aðeins á smá punta sem þú sendið mér, hvernig þú keyptir þér þína fyrstu íbúð og svona kannski þær gröfur sem þú gerir til hvernig þú kynntist manniðinum og það. Já, já, ég skilði. Ég set eiginlega bara, við hjónin, við setum peningan okkar eiginlega bara í ferðalög eða fasteignir og ég byrjaði snemma að hugsa hvort tveggja. Ég keypti mína fyrstu íbúð áður en ég kynntist manninu mínum. Ég held að það hafi verið árið 2001 og á þeim tíma þá var erfitt að kaupa líka sinni fyrstu íbúð, alveg svo það er í dag og ég var ekkert með neina feita sjóði til þess en mín leið var svo að ég fekk veð hjá elstu systur minni sem átti hús á Akureyri og hún gaf mig veð í sínu húsi til 2 ára. Skilyrði var semst að ég þurfti að vera búin að aflétta veðinu innan 2 ára. Þetta er svokallar lánsveði sem að ég held að sé bannað í dag. Já, en þetta var bara nauðsynlegt á þeim tíma. Þetta er alveg annarlegt á þessum tíma en í hruninu komið mitt í ljós að þessir gerningar voru fólk í fjötunum en einmitt tíðkaðist mjög. Já, og þetta var mjög erfitt einmitt að maður þurfti að fá veð einhvers staðar og til mér foreldrar mínir, þau hafa 6 börn og þau sögðu bara strax, við ætlum ekki að gefa neinum veð, við getum ekki gefið öllum, þannig við ætlum bara ekki að gefa neinum. Þannig að þetta var bara mjög erfitt að finna út í hvernig átti maður eiginlega að kaupa sinni fyrstu íbúð á þessum tíma. Ég hefði semst verið erlendis í námi og hafði ekki náð að byggja upp neina sjóði. En með því að hún gaf mér hérna veð, þá náði ég að kaupa litla íbúð á Grettisgötu á mjög ódýru verði. Og þetta var mjög skrítin íbúð. Þetta hafði verið verslun eða eitthvað, þannig að þurfti líka að taka þetta allt í gegn. Svona gólfsíðum gluggum. Já. En hún var samþykkt sem íbúð, en það þurfti samt mikið að gera. Og með því að kaupa íbúð á svona lágu verði þá komst ég inn á íbúðmarkaðinn og ég vann í henni á fullu og var rosa bjartsýn, kunni náttúrulega ekkert til verka á þessum árum en eitthvað, maður var bara mjög óvirkur kannski á þessum árum og ég náði að hækka verðmæti á þessar íbúð og selja hana innan 2 ára og aflétta veðinu og þannig komst ég af stað inn á íbúðmarkaðinn. Og hefur verið þar síðan? Já, þetta hefur einhvern veginn bara pínu orðið áhugamál líka hjá mér. Ég keypti strax aðra íbúð, gerði hann upp, seldi hana fljótlega, keypti þriðju eignin, þetta gerist allt bara á frekar stuttum tíma. Keypti gamalt bárujárshús hérna í miðbæ Reykjavíkur og það var búin að gera þetta allt áður en ég kynntist manninn minn og ég var bara allir með frítími einhvern veginn og peningar fóru í þetta svolítið. En kannski ég bæta við að því vorum að tala svona fyrstu íbúðakaup og mér finnst alltaf áhugaverð þessi umræðu fyrstu íbúðakaup og það er alltaf verið að tala með svo erfitt fyrir fólk að komast inn á markaðinn og kannski loði svona við að þetta var allt miklu auðveldara í gamla dag og svona. En þegar ég var að gera þetta þá var ég í 3 vinnum. Ég var að vinna sem fréttamaður á Skjá 1 og sælla minningar. Já, það var mjög skemmtilegt starf en áður en ég mætti í vinnuna sem fréttamaður þá var ég að skúraði á mótnana. Ég held að mér minnir að vaktina byrjuði aldrei fyrir klukkan 10 þannig ég gat skúrað áður en ég fór á vaktina og svo var ég að vinna sem þjónn á veitingahúsi helgar niður í bæ. Alveg þangað til að einhver klagaði til fréttastofunar og það þótti ekki nógu fínt það stóð ekkert í samningnum en einhverjum fannst það bara ekki við hæfa fréttamaður væri að þjóna til borðs á veitingastað en þá færði ég mig bara í uppvaskið á veitingastaðnum og þannig náði ég að eiga fyrir framkvæmdunum og svona verið í 3 vinnum þannig að það er ýmislegt hægt með að leggja aðeins á sig
og já, þegar semst ég kynnist manninu mínum þá var ég semst, átti ég gamalt bárujárshús niður í bæ og hann var að vinna á sínu tölvinu, hann var markbílnahönnur en hann sá náttúrulega fljótt að það gekk ekki, hann þyrfti bara að fara í iðskólann og læra smiðin ef hann ætlaði einhvern séns í mig sko. Þannig hann skipti bara alveg kurs og er húsasmíðameistari í dag og þetta hefur svona svolítið fyllt okkur svona þessi framkvæmda gleði og það hefur líka hjálpað til við ferðalögin að við höfum haft þennan fastegna áhuga því að við höfum sem sagt við eigum nokkrar íbúðir, leiguíbúðir og með því að eiga leiguíbúðir þá ferður náttúrulega tekjur og þarf ekki að vera á staðnum kannski til þess að vinna fyrir þeim og það hefur náttúrulega líka hjálpa til við að við getum farið í svona lengri ferðalög. Og þið eru alveg góðan hluti á árinu, erðinni? Já, það er svona upp og ofan. Við vorum til dæmis núna, vorum að koma heim, vorum 4 mánuði núna á Tenerife. Já. Núna í miðjum COVID, sko. Það er dásamlegt. Já. En svo bjuggum við 1 ár, við ákvæmum bara að taka heilan vetur árið 2018 til 2019, þá voru allan veturinn á Tenerife. Já. Það er svo oft sem maður fer í frí og maður hugsa svona, akkur er maður ekki lengur? Akkur er maður að fara heim? Getur maður ekki bara verið lengur? Og við bara ákvæmum að vera bara lengur og bara prófa að vera í sólinni. Hvar á Tenerife bjugguð þið? Við vorum á suðurhlutanum í litlum bæ sem heitir El Medano. Og svona, eins og ég sagði þegar fólk heyrir Tenerife þá er það bara hótel, sundlaugabakki og sólarströnd en hvernig er maður heilu árið þarna? Hvað er svona, með hverju mæliru fyrir fólk sem myndi vilja vera þarna lengur? Já, það er náttúrulega bara svo misjant hvað fólk er að leita eftir. Já. Það, ég meina, sumir ekki að leita eftir öðru en sól og bjór, sko. Nei, einmitt. En á ári þá getur það verið. Já, það er, en það sem ég kannski áhugaverðast við Tenerife er að þetta er pingulítil eyja, en hún er samt rosalega fjölbreytt og við höfum, þó að ég sé búin að fara margoft þarna, þá finnst mér alltaf að vera að sjá eitthvað nýtt og nýtt og nýtt. Akkurat. Og það er mikill fjölbreytileiki bara í gróðurfari og landslægi þarna og þannig að það er margt að sjá þarna. Það er það er til dæmis píramídar þarna. Það eru píramídar þarna? Já, það viti ekki allir. Það er mjög gaman að heimsækja svona bananaplantegrur og svo er náttúrulega Tæti þjóðgarðurinn með sitt háfjallalofslag og snjó. Er ég að slá saman eða er sko hæsta eldfjall í Evrópu eða eitthvað álíka þarna? Já, einmitt, passar. Já. Maður tengir það ekki þarna? Nei, þannig að þetta er fjölbreytt eyja og í rauninni það er allar, svo er náttúrulega bara öll líka hopp á milli þessar eyja og ástæðan fyrir við fórum kannski að fara til Kanaríeyja en ekki eitthvað annað, það var nú bara því að við vildum fara út jólin og vildum fara í sól og þetta er náttúrulega síðsti staður í Evrópu til þess að fara á. Já. Þannig að það varð í rauninni fyrir valinu. Já. En sko það sem ég kannski að fara svona í burtu mér finnst það líka bara svo gefandi að skipta svona umhverfi og að því að þið eru nú þessi þáttur án og fjallum peninga og svona og hefur gert það enga til og erum kannski farin að færa okkur alltaf mikið inn á eitthvað annars við farin að tala bara um sól og sumar og ferðalög það er nefnilega oft þannig að þegar maður fer í burtu og sérstaklega ef maður fer í burtu lengur en 14 daga þá einhvern veginn kvikna oft svona aðrar hugmyndir í kollinum á manni. Heilin fer einhvern veginn í gang og nær að hugsa heila hugsun. Þannig að mér finnst ferðalög oft bara svona hafa skerpt á kannski framtíðarsýninni og því sem maður er að spá í. Þannig að maður kemur oft tilbaka bara svona, ekki bara endur nærður heldur bara með bara nýjar hugmyndir sem svo kannski kalla fram breytingar. Bara betur og breytar. Já, og ég myndi til dæmis kannski segja það að í fyrsta ferðalagin okkar til
Kanaríeyja, þarna árið 2013, þegar við vorum í mánuð, þá keyptum við í rauninni sko okkar fyrstu leiguíbúð í huganum, sem að svo raungerðist 2 árum setna. Þannig hugmyndin kviknaði. Já, og hérna, þannig að það er oft svoleiðis. Þannig að ég hvet alltaf fólk til þess að fara í ferðalög, því að ferðalög hérna bara borga sig á svo margan hátt. Bara það að fá innblástur, að sjá eitthvað nýtt og gefa heilanum tíma til að hugsa aðeins. Því að heilin hérna, hann finnur yfir lausnirnar sjálfur, bara ef maður gefur hann tækifæri til þess. Og þetta, sko, maður tengir og ég tengi allavega við það líka bara úr svona daglegu starfið, þegar maður bara í sinni dagvinnu og þarf að taka einhverjar mikilvægar ákvarðanir. Ég tala nú ekki þegar heilu teymin þurfa að taka einhverjar ákvarðanir eða ræða eitthvað, þá fara þau oft eitthvað. Það er bara, það að fara út úr sínu daglega umhverfi getur verið rosalega gott. Já, algjörlega. Þannig að mér finnst mikilvægt að fólk láti semst ekki peningaleysi stoppa sig í því að ferðast, af því það er alltaf leið, og ekki bara með ferðalega, þannig að bara með svo margt í lífinu, ef það er vilji, þá er vegur. Akkurat. Þannig að það er yfirleitt hægt að finna einhverja lausn. Og við fáum alltaf ofta að heyra það, hérna, þið er svo heppin, hérna, þú ert svona sjálfstætt starfandi og getur bara farið svona í burtu á veturnar. Ég meina, ég get ekki því ég er í annari vinnu og þú ert svo heppin að vera með börn á réttum aldri. Þú veist, við heyrum svona alls konar afsakanir hjá fólki. En ég er ekki að segja að þú þarft að vera sjálfstætt starfandi til þess að geta farið í burtu eitthvað. Það er ofta þetta semja hlutina. Ég meina, og núna eftir COVID þá held ég mitt að vinnuveitendur séu líka opnari fyrir því að leyfa starfsfólki sínu að vera einhvers staðar annars staðar. Því það er náttúrulega bara margir búin að sanna það að þeir geti bara verið heima eða hvar sem er og sinnt vinnunni sinni. Og mjög heppilegt að Kanaríeyjar eru á sama tímabildi á Reykjavík. Já, nákvæmlega. Þú getur bara vaknað þar klukkan 8 eða 9 líka og mætt í vinnuna eða hver að flytja þangað. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Og ég held að þetta mun náttúrulega aukast núna, bara eftir COVID, að svona fjarvinna, að fólk bara akkur ekki bara prófa að búa kannski 1 ár á Spáni, tek bara vinnuna með og hérna. Ekki spurning. Já. Þetta virkar svolítið hugrægt, það er bara að stíga þarna upp og ákveða að fara. Þetta er, myndur þú lýsa þér sem svona, kannski ekki aldrei djarfri, taka bara svona ákvarðanir? Ég veit það ekki, sko, auðvitað, þetta er líka erfitt. Já. Það er erfitt að rífa fjölskyldinu upp og fara svona og hérna... Þetta er náttúrulega líka tekjumissir auðvitað að fara og sérstaklega ef maður er að fara í burtu í lengri tíma þá er náttúrulega tekjumissir þannig laga því að en málið er sko við höfum í rauninni ákveðið að taka svona tímabil ég kalli þetta eiginlega að deila lífeyrisárunum niður á lífið að því að við hjónin, við semst tökum reglulega þá förum við í þessi ferðalög og erum kannski svona lengri tíma og því ég segi lengri tíma þá er ég að meina 4 vikur minnst. 4 vikur pluss. Já. Og þá minnkum við vinnuna. Við tökum nú alltaf vinnu með okkur en við höldum vinnunni í lágmarki og erum þá að sinna svona öðrum hugarefnum. Förum ekki í fjallgöngur og annað og erum bara að gera alltaf aðra hluti heldur en heima. Og að því að sko flestir kerfið er náttúrulega bara þannig að þú átt náttúrulega að vinna bara allt þitt líf og svo áttu að fara svolítið að leika þér hérna þegar þú kemst á lífeyrisaldurinn og maður heyrir þetta náttúrulega oft til fólki já þegar ég hætti að vinna þá ætla ég að gera þetta og þetta og þetta en því miður það er það náttúrulega þannig hjá mörgum að þegar kemur þá bara er staðan breytt heilsan er kannski farin það er eitthvað annað komið upp á þannig að það er bara orðið seint að láta þessa drauma rætast þannig að mér finnst eiginlega mikilvægt að það er mikilvægt að láta drauma sinna rætast hvort það eru ferðadraumar eða einhverju aðri draumar og ef maður getur reynt að gera það jafnhliða því að sinna vinnu og dreifa þessu og ekki bíða bara alveg þangað til í lok lífsins til þess að gera eitthvað skemmtilegt
þá held ég að það væri mjög ákjósanlegt og eiginlega ég segi nú oft ég væri svo til í að væri bara svona kerfi þar sem allir fengið þetta tækifæri að það getur deilt lífeyrisárinu niður á lífið þannig kannski bara á 5 ára fresti eða 7 ára fresti tekið eitt lífeyrisár, ég meina væri ekki geggjað það væri geggjað ég veit ekki, það er kannski erfitt í framkvæmd en þetta er svona tilhugsun er góð ég held í raun auðvitað, þú veist, myndi það örugglega hafa góð áhrif á til dæmis heilbrigðiskerfið og annað. Núna náttúrulega mikið talað um þetta burnout og slíkt. Ef fólk gæti svona rístarta sér á 7 ára fresti, til dæmis. Blaðamönnum hefur tekist að semja með það er þetta svo kallar 3 mánaða leyfi. Já, einmitt. 5 ára fresti, þá getur blaðamenn tekið sko sumarfrí pluss 2 mánuði. Já, einmitt. Það er svona kannski heyrt það konsept í fjölmiðlum og þetta er eitthvað sem ég vil þetta er sniðugt Nei, það sem var nú kannski hvatinn líka þessu var að ég hlustaði svona TED-fyrirlestur og þar var grafískur hönnuður í Bandaríkjunum ef maður rétt og hann gerir þetta alltaf hann lokar fyrirtækinu á nú manni ekki 5 eða 7 ára fresti og fyrir eitthvað og það er náttúrulega stór skref, bara loka fyrirtækinu og hann var hræddur fyrst náttúrulega að missa kuna og annað en það sem gerðist alltaf, það sem gerist á þessu frí ári hans að hann endurhleður sig alveg og kemur tilbaka þeim mun betri, bara fullur af hugmyndum og það hefur yfirleitt alltaf komið eitthvað bara alveg geggjað út úr þessu og hann hefur ekki mist kunana sínar því að eins og ég segi því þetta hefur bara hann kemur bara tvíaldið tilbaka sko og mér finnst það pínu svona hjá okkur við fáum svona auka orku út úr þessu og nýjar hugmyndir og svona og mér finnst líka bara mikilvægt hér á Íslandi er náttúrulega við erum svolítið mikið steypt í sama mót og allir gera hlutina svolítið eins eftir sömu uppskrift en nú til dæmis við dvalið sem sagt mikið á Kanarísku eyjunum og Spáni þetta er náttúrulega miklu stærra samfélag en þar finnst mér einmitt vera svona, þá sér maður sko meiri fjölbreytileika í mannlífinu og það eru fleiri leiðir í boði til þess að lifa lífinu og mjög áhugavert bara að sjá og upplega það Þessi kannski svona síður viðurkennt hér þekki allir alla og vita allir hvar allir eru og einhvern veginn og að fylgjast með Já, og þetta er svona þú átt að vera bara í vinnu og sinna þinni vinnu og býða svolítið eftir lífeyrisárunum. Ég man einmitt alltaf eftir því þegar ég sagði upp vinnunni á RÚV. Ég var semst fréttamaður á RÚV á Akureyri, mjög skemmtileg vinna, krefjandi og lítil stöð, mikið að gera og maður var á svolítum þeytingi. Var þetta þá komið þarna í litla skúrun á móti vínbúðinni? Jú. Já, það er skúrun, þetta er hús. Þetta er hús. Ekki lítið úr þessu, þetta er 2 hæðum. Já, þetta er bara fínasta aðstæða. En þetta er stórt svæði og lítil stöð sem það er að sinna stóru svæði. Öllu Norðurlandi. Langar vegalengdir að fara og það hefði verið svona náttúruhamfarir og annað og ég var bara með 3 börn og þetta var bara mjög líjandi og erfitt. Þannig að ég ákvað að segja upp og það var allir mjög hissa á því og allir bara, byrju, í hvað ert að fara? Eða hvað geggjað starf ert að fara í? Það fannst allir óhugsandi að ég hef bara sagt upp að ég væri að fara í neitt starf. Ég held að ég væri fyrir stjórnmála eða eitthvað. Og alveg í mörg ára eftir þá voru vinkonum mínar alltaf að spyrja, ertu búin að sækja um eitthvað? Ertu komið með eitthvað starf? Það er bara áhyggjur að þér? Já, ég menna þú veist, þetta er bara, fólki fannst þetta eitthvað svo skrítið að þú vildi bara vera sjálfstæður og lifa í einhverju óöryggi. En ef þú ert að vinna sjálfstæður, það hefur náttúrulega sína kosti og galla, það hefur náttúrulega frelsið, jú, og það er náttúrulega gaman að vera að vinna í eigin verkefnum og slíkt, en auðvitað er það fjárstreymið, það er svona, stópulla og getur verið upp og niður, sko. Á þetta vel við þig að vera svona sjálfstæð? Já, það á vel við mig og við hjónin erum náttúrulega bæði sjálfstæð. Hann er bara húsasmíðameistari og tekur bara alls konar verkefni og svo er náttúrulega líka alveg verið að vinna í frítímanum í okkar eigin eignum og svona. En ef þú er sjálfstæð þá getur náttúrulega stilt árunu bara upp eins og þú vilt og farið í frí þegar þú vilt og
það er nú oft sagt þá sem eru sjálfstæðir að þeir séu náttúrulega alltaf í fríi en samt alltaf að vinna. Ég það ekki? Já. Þegar það er ekkert sem gripur mann ef maður sjálfur. Já, það er alveg þannig líka, en sko þá, en lífi verður einhvern veginn vinnan sko, og þegar maður velur sér sín verkefni sjálfur, þá er maður náttúrulega að velja sér einhver skemmtilega verkefni, þú veist, eins og til dæmis það var enginn að biðja mig að skrifa þessa bók Tenerife eða Gran Canaria, ég bara fann upp á því sjálf og dró alla fjölskylduna með út alla Tenerife til að prófa hitt og þetta og skoða hitt og þetta sko. Hljómar er svo ekki til vinna. Já, bara leitt mann í alls konar ævintýri. Segðu mér aðeins einmitt frá þeim verkefnum og þessi handbók eins og sér og fyrirlestrar það að búa á Spáni. Já, ég var sem sagt að gefa, það er mín nýjasta bók, hún heitir hvað heitir hún? Spán, nýtt líf í nýju landi heitir hún Festi Eymundsson og á heimasíðinu minni lífiðaferðalag.is og þetta er sérst bara handbók allt það sem fólk þarf að vita ef það hyggur á búferðlaflutninga til Spánar því að það hefur náttúrulega aukist á undanförnum árum að Íslendingar flytji til Spánar. Sérstaklega þeir eru komnir af léttasta skeiði. Já, og það er náttúrulega bara skiljanlegt. Það er náttúrulega, þú færð bara meira fyrir peningana. Akkurat, þú getur haldið þinn íslenska lífeyri en lifað á spænskum útgjöldum. Já. Það er næstu gott. Það getur orðið bara nokkuð gott líf og að því að það er náttúrulega margir lífeyrisþegar sem hafa náttúrulega bara upplifað það að þegar þeir loksins fara á lífeyrir og ætla að fara að njóta lífsins að gera hitt og þetta þá lífeyririnn kannski ekki nógu mikið. Nei, nefnilega. Og það eru hreinlega bara margir efnahagslegir flóttamenn á Spáni hreinlega. En sem geta þá með því að færa sig úr stað þá fá þið meira fyrir peningana og endar ná betur saman. Já. Þannig að þetta er bara svona handbók fyrir það alla þá sem að hafa þennan draum í maganum að prófa að búa á Spáni, hvort sem er til lengri að styttri tíma og sama að hvaða ástæðan það er, hvort það er bara að því að þeir eru leita betra lífi eða ekki eða vilja bara prófa eitthvað nýtt. Og þá eru upplýsingar í þessari bók bara svona hvað þú þarft að hafa í huga varandi kannski skattamálin Skemmtilegt að þú skulle nefna það fyrrabræði að því nú hef ég heyrt og það er alltaf stór hættulegt þegar maður kemur með engangi, nú hef ég heyrt eða ég held að því þá maður yfirleitt að bulla en það er hvað varandi skattlagningu tekna, ef þú segir bara til og þekkir þetta ekki og ég slæði þessu sjálfur einhvers staðar, en skattlagningu lífeyristekna á Spáni, er því hátta með einhverjum öðrum hætti heldur en hérna? Þekkir það? Já, ef þú ferð sem Íslendingur til Spánar með íslenska lífeyrisgreiðslur með íslenska lífeyrisgreiðslur það fyrir eftir því úr hvaða lífeyrissjóði þú ert að fá greiðslurnar, hvort að þú er skattlagður á Íslandi eða á Spáni, en í rauninni áttu að greiða skatt á Spáni, það er þannig að ef að þú býrð á Spáni lengur en hálft ár, þá áttu í rauninni að skrá búsetu þína á Spáni og þar með fara að greiða skatt á Spáni en svo er í gangi náttúrulega tvísköttunarsamningur á millilandana og það eru náttúrulega og í honum, þetta er náttúrulega stórt og mikið plagg en það eru nokkrar undantekningar sem sagt samkvæmt þessum tvísköttunarsamning en meginreglan er sem sagt þessi að eftir 6 mánuði áttu að flytja lögheimilið þitt og þar sem þú býrð áttu í rauninni að greiða skatt en þetta snýr líka að upprunateknana þannig að þetta er tvíþætt heimilisfesti og uppruni teknana og samkvæmt tvísköttunarsamningnum. Þannig að þú er búin að stúdera þetta það er kapli í bókinni sem fjallar um skattamál en þau geta verið snúin þessi skattamál en fyrir lífeyrisþega er þetta samt frekar einfalt myndi ég segja sko. En svo er líka bara færast í vöxt að yngra fólk bara ákveður að flytja til Spánar Já, ég menn eins og við til dæmis við bara ákveðum að prófa að búa á Tenerife eitt vetur og þegar við einmitt ástæðan fyrir að ég skrifa þessa bók var einmitt bara að því að þegar við fluttum hana þar ákveða okkur á bara ýmsa veggi og maður var alltaf náttúrulega að læra eitthvað nýtt og nýtt. Þannig að þetta er svona bókin það sem ég hefði viljað gert eiginlega, eða bara það sem ég hefði viljað vita þegar ég flutti sko.
og þetta hefði getað spara mér sko, þvílíkt sporin hefði ég haft svona bók í hendinni þá. Án þess að spoila eða spilla bókinni, eitthvað svona helst sem þetta er í hug, svona úr pælingar úr bókinni, það þarf að hafa í huga. Já, það fyrir eftir í einmitt svona á hvaða stað þú stendur í lífinu, sko, hvort að þú sérst að fara að þessi lífeyrisstigi eða hvort þú ætlar að vera í fjarvinnu eða hvað þú ætlar að gera. En svona ef ég ætta að ráða einhverjum heilt sem er í þessum sporum þá skiptir bara svolítið máli að undirbúa sig vel, ekki bara fá þessa hugmynd að ætla að flytja til Spánar og drífa sig þangað og vera svo bara komin þangað og átta sig á því að tekjurnar duga ekki. Já, okay. Því það er ekki auðvelt kannski að fá vinnu á Spáni ef þú talar ekki spænsku. Nei. Og þar fyrir utan er náttúrulega bara mikið atvinnuleysi á Spáni, en ef þú getur farið til Spánar á íslenskum tekjum, getur verið í fjarvinnu frá Íslandi eða ert á lífeyrisgreiðslum, þá getur bara að lifa náttúrulega mjög góðu lífi. Já, því verðlag á Spáni er, manstu verðlagi er náttúrulega bara að muna bara miklu sko. Þessi helmingur eða meira? Nei, það sko ekki segja til það. Veit ekki alveg hvað okkur er óhætt að segja með það, en ég meina við til dæmis við erum að eyða bara helmingi minna í matarinnkaup þegar við erum að það og húsalega, hún er náttúrulega alveg helmingi lægri líka sko, en þetta fyrir líka eftir á hvað svæðum þú ert á. Ég meina svæði eru náttúrulega dýrar en já, ég meina þú ert bara alveg á Reykjavík og verðum á ákveðnum stöðum sko. Þannig að það skiptir líka máli, það er ekki allt þú veist, bara ódýrt á Spáni, það skiptir máli hvar þú ert og hvað þú ert að gera. En talandi þetta, sko, þú búið á Akureyri. Já. Hvernig, það hlýtur að vera, sko, þar ertu líka með einmitt svona kannski svipa, þar er húsnæðisverðið lægra á Akureyri, það ekki? Jú, og það var náttúrulega ástæðan fyrir því að við fluttum þangað upparlega. Já. Þegar hrunið kom, við byggum semst í Reykjavík, ég og maðurinn minn og vorum búin að eignast 2 börn, fluttum norður árið, hvenær fluttum við norður? 2011 held ég, já. Og við ætlum ekki að flytja til Akureyrar sko, það við vorum bara ég meina ég meina við vorum bara við byggum í bara fínu raðhúsi í Laugardalnum og ætlaði nú bara alls ekkert að fara að flytja ykkur út á land svo kom hrunið og við vorum náttúrulega eins og svo margir aðrir með svona myntkörfu lán og það var náttúrulega sem hafði náttúrulega bara ævintýraleg áhrif á fjárhaginn. Já, fjárhag og bara heilsu og geðheilsu og líðan heilra þjóðar. Jú. Við reyndum að selja þetta raðhús og það gekk nú eitthvað illa, þannig að við settum það í útleigu og fluttum í sumarbústað upp á Snæfellsnesi. Okay. Já, til þess að svona reyna að rétta okkur eitthvað af það í hrunnu. Wow. Og byggum í Þannig er það ekki orðin 5? Nei, Þannig eru þið 2 eða? Við vorum bara 3 þarna í byrjun, já, og ég var ófrísk af öðru barninu þegar við byggum hann í sumarbústað. En við náttúrulega bara fórum þessa leið eins og svo margir aðeins fristum lánin og vorum bara eitthvað að reyna að klóra í bakkan með þetta allt saman og þetta var okkar leið sem við áttum sumarbústað á Snæfellsnesinu. Fluttum þangað bara tímabundi, settum húsi í leigu og svo vorum við svona að reyna að finna út hvað var í stöðunni og við sem sagt vorum að reyna að selja þetta raðhús en markaðurinn var bara alveg frosinn og sko fasteignasalarnir, þeir voru svo frosnir, maður hringdi í einhverja fasteignasala og þeir voru bara í áfalli og mér fannst þeir ekki aðeins hlæjandi það var bara þannig og þeir voru bara engan veginn að vinna vinnuna sína. Þannig að eftir nokkra mánaða dvölhaldi í sumarbústaðnum þá tók ég til minna ráða og ég bara ég eyddi svona 4 klukkutímum á dag í það að reyna að selja eignin okkar. Og þá var það bara þannig að ég bara fór skipulega í það að skanna fasteignavefinn og var að leita horfði bara á auglýsingar sem þetta á fasteignavefnum í sama hverfi og ég og sá leitaði íbúum með börnum sem ég myndaði mér að fólk sem þyrfti stærra pláss. Þannig ég var bara að bjóða fólki makaskipti. Já, sem gengur út á það að skipta svona eins og íbúðaskiptin bara þú skiptist á afsölum og auðvitað er náttúrulega greitt á eitthvað á milli ef að svo er. Það er stærri og hinum.
og þetta þekkist eiginlega ekki lengur maður heyrir ekki þetta var mjög algengt á þessum árum já, það var algengara einmitt já, allavega en þetta hafðist ég náði makaskiptum og þetta gerður bara svo ég skilji rétt, þú gerði þetta bara með því að skanna auglýsingar og sást einhverja sem voru að selja 3 herbergi í búð og þú bara náði ég meina svo reyndi ég að hafa samband við fasteignasalinn eða fann út hver var eigandinn eða eitthvað sko og maður var bara mjög áhugaverð maður varð að gera eitthvað að reyna að bjarga sér þannig að og með því að gera þessi makaskip þá losnuðum við erfiðasta lánið og við fórum í frekar litla íbúð sem vorum náttúrulega alls ekkert ána með og vorum þar í smá tíma en síðan ákváðum við bara að fara til Akureyrar því að okkur vantaði meira pláss og við sáum að íbúðaverð var miklu lægra á Akureyri þannig að við seljum þessa 3 herbergi íbúð og fáum einbýlishús á Akureyri fyrir peningin og milligjöf Hvað eru að manstu munin á fermetraverði á þeim tíma? Man það ekki alveg en við keyptum töluvert. Já, það var töluvert það var einhver munur sko en aftur á móti við keyptum reynda gamalt hús alveg sem að þurfti alveg uppfærslu að halda haldið damp eða þið svíkið ekki lit þar já, þannig að við ákvæmum bara að flytja norður, við vorum hvort með vinnu á Akureyri eða neitt sko en hús til að gera upp þannig að við drifum okkur bara norður og það var nokkuð bara farsæl ákvörðun því með því að flytja norður og þá svona náðum við að koma okkur held ég hraðar á réttan kjör já, af því að ég náttúrulega fylgdist með vinum okkar í Reykjavík og það voru margir að hýrast í bara allt og litlum íbúðum allt og lengi fólk hafði bara einfallega ekki efni á að stækka við sig og það var svolítið leiðilegt að heyra í fólki bara, mjög langar eiginlega í annað barn en þú veist, hvað er maður að koma þig fyrir sko. Það var svolítið hræðilegt Já, en talandum þarna, þú segir að íbúðaverðið sé ódýrara á Akureyri, jú, vissulega og það er oft talað meira sem að þessi annað launasvæði á Akureyri sem lægri laun og alls konar en það eru náttúrulega ýmis lífsgæði fólkin í því að búa líka út á landi það er náttúrulega bara styttri vegalengdir í allt og við höfum til dæmis við höfum bara einn heimilisbíl og stundum bara hreyfa hann ekki marga daga Nú er þetta hoppa á Akureyri líka, er það ekki? Jú, það er nýkomið þannig að það hefur sína kosti og galla að búa út á landi Akkurat og ég held til dæmis ef við hefum búið hérna í Reykjavík þá hefði þessi tækifæri við sem sagt höfum geta keypt nokkrar leiguíbúðir mjög ódýrt og gert þar upp ég meina þau tækifæri eru öll farin hér fyrir sunnan einmitt fóru kannski nokkrum árum mörgum árum á undan þú veist við keyptum okkar fyrstu leiguíbúð á 5 milljónir og hvaða ár er það? Það var árið 2015 Á 5 milljónir? Já Vá Þurfti mikið að gera fyrir hana vissulega það er sama, en að fá grunn og 4 veggi og kannski fleiri og það fyrir 5 milljónir þetta var íbúið í miðbæ Akureyrar á besta stað, bara mjög flott íbúið og skemmtileg íbúið núna, en ég skal segja að þetta var samt mjög erfið ákvörðun að taka og nei, bara að fara út í það þú veist, við áttum náttúrulega ekki mikið pening sko einhvern veginn en íbúin var ódýr og við höfðum verkvit og orku í að gera þetta en þessi íbú kom á sölu og maðurinn minn, hann hringdi í einhverja félaga sína og bara, eigum að fara saman í þetta af því við vorum á hrædd bara einhvern veginn að taka slægin að kaupa eitthvað annað heldur en heimili og eitthvað bara svona til að byrja að braska eitthvað sko, þetta var svolítið þannig Sáðu ykkur ekki fyrir ykkur sem þú veist, þetta var svona þetta var smá skref að gera þetta en það var enginn sem þorði að stökkva og þannig að við bara við stökkum á þetta og unnum í henni nei, það var enginn sem vildi koma með eða þorði að koma með Sjá væntanlega eftir því í dag kannski en sem sagt með því að kaupa þá við gátum keypt fyrstu leiguíbúðina þannig að við höfum keypt þetta gamla einbýlishús og höfum unnið hans í því og fengum nýtt verðmat á það
og áttum þannig smá veðrými þar. Þannig fengum við 5 milljónir. Já, þannig fengum við þessar 5 milljónir til þess að kaupa fyrst íbúðina, tökum hann í gegn og fengum hækka verðmat á hana og gátum þá keypt næstu. Þannig koll á koll. Já, þannig höfum við... Þetta er einhver eilíðavél sem þú búin að búa til það. Já, ég segi það kannski ekki, en svona byrjaði þetta hjá okkur. Já. Þið er ekki rétt skilja mér, þið eru ekki lengur í þessu einbýlishúsi, þið farið eitthvað til. Já, já, og það talaðum þegar ég sagði að ferðalög kveikja stundum nýjar hugmyndir og það var einmitt það sem gerðist árið 2018-2019 þá byggum við semst á Tenerife heilan vetur og þá byggum við í svona litlum bæ þar sem allt var svona eiginlega við höndina okkur leið mjög vel þar og hafa allt svona í göngufæri og Akureyri er nú ekki stór bær og það er þetta sinna í öllum erindum á korteri en meðan við vorum þarna úti þá allt í hennu kviknaði þessi hugmynd eigum við ekki okkur búum við ekki nær öllu því besta á Akureyri. Akkurat. Við vorum á Eyrinni sem sagt sem í göngufæri við miðbæinn og í rauninni göngufæri við allt en við færðum okkur yfir á brekkun og búum núna bara beint á móti sundlauginni bara og þessi, við höfum aldrei verið að hugsa að færa okkur í annað hverfi fyrir en þarna á þessu ferðalagi þannig að það sem ég er að segja sem ég var að segja áðan sko, að þetta að fara í annað umhverfi bara kveikir oft einhverja nýjar hugmyndir og kallar þannig fram breytingar þannig við keyptum okkar heimili úti á Tenerife óséð við bara ákváðum þetta og þegar við komum tilbaka þá áttum við nýtt heimili og fluttum í annað hverfi Ég ætla að greina þig þannig að þú ert svolítið tilbúin að stökkva hlutina þegar þeir byrtast og taka sénsinn að þér. Já, við hjónin erum kannski svolítið hvatvís og ég veit ekki hvort það hafi komið okkur í koll eða ekki. Nei, ekki beint sko. Ég bara staðið og fallið með þeim ákvörðun sem hefur tekið sko. Hvernig taka börnin þessu? Það er flutt í heilt ár til Kanaríeyja, það er nýtt heimilega keypt bara ekki síma það er flutt norður á Akureyri á þess að spurja neitt hvernig fíla það? Já sko eru þau mjög sjálfstæð? Það sem ég held nefnilega að ferðalög geta kennt nefnilega börnum bara alveg heil mikið og varan til dæmis íbúðaskiptin þau kenna náttúrulega börnum bara gríðarlega mikið af því að þú ert að lætur barnið lána herbergi sitt og dótið sitt einhverju öðru barni og svo fær barnið kannski dót lána hjá einhverjum öðrum og sum börn eiga bara mjög erfitt einmitt með þetta að lána dótið sitt en þannig ég held að öll börn hafi til dæmis mjög gott af því að prófa svona íbúðaskipti og til dæmis, við vorum á Stykkishólmi síðasta sumar, skiptum við Ég hlutur öðru, ég er alveg upp þar. Já, æðislubær og við höfum gert skipti við fjölskyldu þar og ekki bara Hvar í bænum voru það? Hvar í bænum? Ég man ekkert hvað þessi gata heitir Svona fyrir þá sem eru kunnugir Kunnugir, þetta var ég horfði á sjóin bara sjórin var hinum með við göttuna ég var ekkert svo langt frá kirkjunni Nei, einmitt mjög skemmtileg staðsetning nema hvað að dóttir mín hún tók ástfóstri við eitthvað dót þarna í húsinu einhvern tuskuhund og stelpan sem var í hennar rúmi og hennar herbyggi hún var svo hrifin af einhverju barbidúkku einhverju litriki barbidúkku og þegar við foreldrarnir fórum að tala saman þá kom þetta semst í ljós að þær stelpurnar voru svo hrifnar af sikkur dótinu og þær ákveðu bara að gera sko leikfangaskipti varanleg leikfangaskipti þannig að þetta svona íbúðaskiptin fóru á annað stig hérna í fyrra en ferðalög þau náttúrulega börn hafa náttúrulega bara mjög gott að því að ferðast og sjá eitthvað nýtt og sjá það að heimurinn er alls konar og það er alls konar fólk í heiminum og það sem mér hefur til dæmis fundist varandi mínar dætur fyrsta lagi þá hafa náttúrulega lært mér finnst það hafa orðið svona meira þakklátari fyrir ýmislegt sem þær hafa á Íslandi eins og hvað? Til dæmis eins og þær voru í þetta ár sem við byggum á Tenerife þá voru þær í spænskum skóla og ég pældi ekki því nei og hann
var svona svolítið öðruvísi heldur en íslenski skóli þeirra. Það var kannski svona, það voru kannski aðeins meira gamaldags kennsluaðferðir og öðruvísi svona ægi og refsingar og annað, sko. Það var ótrúlega skrítið. Já, það var ótrúlega skrítið. Líka bara fyrir foreldra. Já, og mjög skrítið fyrir okkur líka að upplifa einmitt að fara svona tilbaka í tíma kannski, mætti segja, jafnvel. En samt var ég hrifin af ýmsu í skólanum líka. Mér varst námsefni til þess mjög skemmtilegt, það er miklu meiri samþætting í námsefninu. Já, þú erum komin lengur en við. Já. Stærðfræði er kennd á dönsku, eða ekki dönsku. Já, kannski ekki þannig, en það var kannski meira til dæmis, eins og hérna, börnin eiga að lesa heima. Já. Og það er þá bara einhverja svona sögubækur. Sigga fór út í móa. Ég er ekki foreldri þannig að það eru deprimerandi leiðilegt. Já, þetta eru bara einhverja svona oft bækur ekki neitt, en þarna þá var, ef þú áttir að lesa heima, þá var það kannski bara texti uppruna tesins eða hvernig hjartað virkar eða þá varstu alltaf látin lesa eitthvað bara úr öðru fæi. Hérna, akkur átt að vera að æfa lestur, akkur átt ekki eitthvað bull, líka bara hafa eitthvað uppbyggilegt sem að börninu er látið lesa, þannig að það fannst mér alveg áhugavert. En allavega þá, eftir að þær komu heim eftir þetta ár, þá til dæmis bara kunnaður miklu meira að meta íslenska skólan til dæmis og þær þurfti að reyna mikið á sig á þessu ári. Þetta var gríðarlega erfitt, þannig að þær fengu styrk og þor kannski í ýmislegt af því að þær vissu að þær höfðu sigrast á alls konar vandamálum á Spáni og fyrst þær gátu sigrast á því þá voru önnur vandamál kannski bara lítilfjörleg sko, já og yfirstíganleg sko. Já, mér heyrist þú alltaf að vera alveg töluvert sjálfstæði og svona sjálfsáraðinni. Já, ég vona það allavega, en svo veit maður náttúrulega ekkert hvað þetta skilar sér hérna. Klassíska spurningin hjá mér er að hvort að þetta samtal og þessi kennsla sé komið að stiga að þið ræði fjármál á heimilinu, hvort að þannig hlutir séu rættir bæði opinskátt milli ykkar hjóna, við allir 5 og eða bara beint við börnin í tilteknum, eða dæturnar í tilteknum aðstæðum. Já, við ræðum nokkuð mikið um fjármál sko og það er náttúrulega fylgist með því sem við erum að gera og við höfum þurft að taka líka umræðu sérstaklega við elstu dótturina sem er aftur hvað kom? Hún er 12 ára. Já. Nei, hún er ekki 12 ára. Hvað er ég byrja? Hún er 13 ára. Já. Hún er 13 ára og að því að við höfum náttúrulega valið að setja peningan okkar í þessa 2 flokka eins og ég sagði hann, fasteignir og ferðalög. F2. Já, F2 og það ofta á kostnað annars. Þannig að út á við, það er örugglega margir sem halda við séum alveg bláfátæk og Þannig að gamli bílar og fá Gucci-belti. Já, við erum ekki að slá okkur. Ég meina við keyrum til dæmis á 25 ára gömlum Land Rover. Já. Það kostar ekki 100 skall á dag að reyka svoleiðis. Nei, hann er bara frekar neyslu grannur og það er engin bifreiðagjöld af svona gamlum bíl, til dæmis. Og svo höfum við haldið gott tips mitt, talað um fjármál. Við höfum haldið okkur við sömu bíltegundina, sem er svolítið gott treks, því þú lærir alltaf eitthvað með hverjum bíl. Okay. Þannig að maðurinn minn... Það er ekki að halda honum gangandi? Já, til dæmis, já. En það sem ég ætla að segja að þú spurðir einmitt með fjármálaumræðuna við börnin við höfum náttúrulega þurft að útskýra þetta val fyrir þeim að þetta er það sem við leggjum áherslu á og þess vegna gerum við ekki þetta og þær eru held ég alveg farnar svolítið að fatta þegar kannski vinir er að koma í heimsókn í nýju flottu úlpunum með dýra síma og annað og vinirnir spyrja bara, hvernig getur þið farið bara til Kanari eða bara 4 vikur, ég menna ekki geta foreldra mínir það. Draga þar upp takkasíman hérna. Já, þannig að þetta er svo oft spurningum forgangsröðun og val. Það held ég að sé rosalega dýrmætt leksía, ef það er hægt að kenna börnum það svona snemma. Já, einmitt. Ég held það og við höfum reynt náttúrulega bara að prenta inn
þú veist, það sem ég vil að börnum mín fara með út í lífi að þau viti að þau geti stjórnað lífi sínu sjálf og haft mikil áhrif á það bara hvernig lífi verður með sínu vali og það engin fastur einhver staðar. Við erum ekki tré. Við getum fært okkur til. Þó sem að maður haldi oft að maður sé tré. Já, einmitt og ég líka bara að kenna svona sjálfstæð vinnubrögð sko, að þau geti virkilega haft áhrif á lífsitt. Og elsta dóttirinn, hún hefur nú sýnt alveg svona takta, hún svolítið business minded sko. Við til dæmis vorum á Kanaríum fyrir nokkrum árum síðan og hún hafði gríðarlegan áhuga á nöglum og naglalakki. Og alltaf þegar við gengum fram hjá einhverjum snirtistofum þá var hún voða mikið að spá í verðskráni og spá og spekular í nöglum sko. Hún átti náttúrulega smá pening með sér á ferðarspening og var svona spáði hvað það eigða peningunum í. Og svo var ferðalagið eiginlega alveg að vera búið og hún átti ennþá pening og svona bara, þetta gerist bara á síðasta deginu með eitthvað þá sagði ég venni, þú mátt alveg fara sko í neglur, það allt í lagi. Þannig við leiðum henni að fara á svona neglastofu og hún fer inn á einhverja neglastofu og systir hennar með henni og við sittum bara á kaffihús við leiðina. Svo kemur systirinn alveg hlaupandi í spreng, mamma, má ég fá símaðinn lánaðan? Og ég bara, já, ok, hún tekur síma menn og ég veist ekkert hvað akkur þetta fór síma, engar skýringar bara, síminn farinn. Nema svo klárast þessi neglatími og við vorum ekkert að spá meira í þessu, nema svo fyrir við bara heim til Íslands og daglega lífið tekur bara við á Íslandi og mikið að gera svona fyrstu dagana þegar maður er að koma aftur heim að redda hinn á þessu og stelpurnar byrja bara í skólanum og við eitthvað á þeysingjum bæinn og svo kem ég heim og þá er bara búið að raða svona stólum í gangin og það er bara einhver stelpur sem sitt á svona stólum í svona eins og þessi biðröð bara heima hjá mér að lesa gömul dönsk blöð. Já, það var eitthvað svona, ég bara, hvað er í gangi hérna? Við erum að bíða eftir komast á naglalakkastofunni. Þá var dóttirinn búin að setja upp auglýsingu í skólanum að hún væri búin að opna naglalakkastofu og hún hafði verið að safna naglalökkum og rukkaði þarna bara inn og ástæðan fyrir því að hún þurfti að fá síman þarna á sínum tíma var það að hún ætlaði sko að fara að halda fyrirlestra það hvernig ætti að naglalakka og hún þurfti að hafa myndefni á fyrirlestrin. Þannig auðvitað, þú veist, börnin læra náttúrulega það sem við fyrir þeim haft. Þetta ótrúlega gott. Þannig að þú veist, hún hefur séð mig náttúrulega verið að halda einhverja fyrirlestra um hitt og þetta og alltaf safna myndefni í það og svona. Og já. Gekk þetta upp hjá henni? Já, í nokkra daga, sko. Þetta var náttúrulega frekar þröngur markaður hérna í skólanum, hann fljótur að klárast, sko. En, já, ég myndi samt, þetta er bara sniðut til börnin, Kannski tala við hana hérna einhver tíma? Já, lagt hann í viðtal eftir nokkur ár. Spurning hvert þú verður komin þá. Já. Nei, en við höfum til dæmis ekkert við höfum ekki, þær fá ekki vasapeninga eins og fleiri hafa sagt í þáttunum það er svona óþarf að borga fyrir húsverk eru eitthvað sem að bara allir bara við erum saman með þetta heimili og eigum bara að taka þátt í því það er frekar mitt ef það er eitthvað aukarlega miðjudóttirinn hún til dæmis fer reglulega í vinnu til pappa síns og það er þá ef hann er að brasa einhverju við smíðarnar þá kemur hún og sópaðar og naglhreinsar eða gerir eitthvað slíkt sko. Það er verðmætasköpun í því. En við erum frekar neyslugrönn við fjölskyldan myndi ég segja og Þið veljið að setja eitthvað peninga í Já og við höfum til dæmis það er að hafa alveg stuffið það bara við förum bara Rauðakrossin og kaupum föt við byrjum yfir þar, fæst þetta á Rauðakrossinum? Ég vinn fyrir Sorpu þannig að ég er mjög hlindur því það góði hirðirinn og endurnóta einmitt Rauðakrossin líka og fleiri verslanir, þetta er bara mjög gott bæði fyrir bara fjárhagslega og líka bara fyrir umhverfið, algjörlega þannig að þær hafa alveg allist bara uppið það og svo er náttúrulega líka annað að því að við höfum verið svo mikið í íbúðaskiptunum og við erum að lána náttúrulega alls konar fólki heimil okkar og við erum ekki með einhvern 1.000.000 króna sófa heima hjá okkur kannski, ég var að hugsa kannski væri maður örglega kannski ekki eins viljugur að lána ef maður væri með mjög dýr húsgögn veit það ekki ég hef aldrei prófað því ég hef aldrei fyrir með svona rándýr húsgögn
Við erum bara með huggulegt heimili og þægilegt heimili finnst mér og skemmtilegt heimili sem ég þori samt alveg að lána. Já. Það ekki þarna, þetta eru dauðir hlutir náttúrulega. Akkúrat. Og það, já, og ég hef ekkert verið hrædd við að lána. Einhverjar svona tryggingar í þessum bransa? Þú ert alltaf, já, sko, öll heimili eru alltaf með sína heimilistryggingu og þetta náttúrulega bara gestir á þínu heimili, þannig að ef eitthvað gerist þá getur nú yfirleitt bara sóta í þína heimilistryggingu. En er það eitthvað sem þú þarfst að hafa bak veira? Því ég mani mitt þegar ég, eins og ég sagði, dýðu tann og honni í Airbnb hérna sínum tíma þá, og þegar það kom inn í lögin, þá flögguðu tryggingafélagin því hérna, heyrðu, kauptu svona Airbnb tryggingu við hvort það sé eitthvað það reyndi aldrei á þá, ég hef aldrei keypt það þannig að það ég skilji, sko hérna þetta náttúrulega bara gestur á þínu heimili þannig að venjulega heimilistrygging á náttúrulega bara að kofera það sem að gerist og það fann ekki peningar á milli nei. En aftur á móti eru sum af þessum íbúðaskipta samtökum þau bjóða ekstra tryggingar líka sem kannski gefur aukna örgiskend einhverjum. Þarftu að kaupa það inn í þetta? Þú borgar hérna bara árskjald og þá máttu skipta eins ofta og vilt og árskjaldið bara mishátt eftir síðum. Þetta svona bilinu kannski 10 til 25.000 eftir í hvað síður þú ert að nota á ári. Nei, það bara eins og einn nótt á hóteli. Þannig að ef þú ert að nota síðuna þá þetta náttúrulega borgar þetta sér bara hratt og vel upp sko. Eru þið samstíga í þessu hjónin? Eru þið svona, mér heyrist alltaf að vera búin að stilla saman strengi nokkuð vel þetta myndi náttúrulega aldrei ganga upp nema makinn verður að vera til í þetta og ég einmitt fæ oft líka þessa spurningu á þessum fyrirlestum sem ég að halda bara, já, svo til ég missi þessi íbúðaskipti svo sniðu bara, maðurum en hann bara ekki til í þetta hún finnst eitthvað svo ógeðslegt að einhver sofi svona í hjónarúminu okkar það til dæmis bara algeng hugsana villa vil ég segja hjá fólki því að fólk náttúrulega gist á hótelum sem að alls konar fólk hefur sofið og núna náttúrulega að kaupa alls konar þú bara kaupir eitthvað hlífðalag á þitt rúm og ert jafnvel bara með gestasæng og gestarúmföt þannig að þessi gestir þurfi ekki eins og koma sér dýnur líf og bara já, allt saman þannig að þetta nú kannski ekki vandamáli og svo önnur afsökun hjá fólki með algeng afsökun fólki finnst kannski heimili sitt ekki vera nógu fínt það fer inn á svo síður og sér myndir af einhverjum æðislegum húsum í Frakklandi með sundlaugum og svo á það kannski bara einhverja kjallaríbúð eða blokkaríbúð hérna á Íslandi en það ætti ekki heldur að vera neinn fyrirstað til þess að taka þátt í þessu því að það nú bara þannig með okkur mannfólki að við þurfum alltaf tilbreytingu að halda og fyrir einhvern sem á geggjað hús í Frakklandi með sundlaug, honum finnst kannski bara magna að fá að gista í kjallari íbúð í downtown Reykjavík sem kannski jafnvel bara með floti á gólfunum og hálfklárari eldursendingu bara, þetta svo arti þannig að það kemur allt í greina en þú þarf bara að vera náttúrulega heiðarlegur í þinni auglýsingu, þú bara lýsir heimilinu bara nákvæmlega eins og það og heldur einhver leyndu og það það bara fólk ræður því þá bara sjálf hvort það vil koma og gista í blokkaríbúinu þinni í Breiðholti eða ekki og hvort það vil þá í staðinn lána einhverja villu. Já. Nei, þetta ótrúlega spennandi. Og því þú segir þið sparið við ykkur og eru ekki að eyða peningum í hluti þetta er það sem þið veljið að setja peningana ykkar í. En hvernig það á ferðalögum? Eru þið líka svona nægjusöm þar? Á ferðalögum? Já. Já og nei. Hvernig gerir maður það? Hvernig gerir maður það? Já. Sko, fyrstu ferðalögin þá áttum við bara ekki krónu þarna árið 2000 við áttum hreinlega ekki krónu sko, svona alvöru. Þannig að þá fórum við út bara alveg á mjög þröngu budgeti sko og við skrifum alltaf allt niður sem við kaupum bæði hérna á Íslandi og ég með blað á ískápnum það sem ég skrifa, það sem ég kaupi þannig fylgist ég með eyðslunni hvað ég að eyða í mat og í annað og það bara mér finnst það, við höfum prófað önnur kerfi manninu mínu finnst þetta svo gamaldags að skrifa þetta svona, hann vildi til dæmis setja þetta upp í eitthvað skjal í tölvunni það bara
þetta er miklu betra. Það gleymist svolítið að fylla inn í það ef maður þarf að opna tölvið að opna síman eða eitthvað. En leið og tekur bara upp úr innkaupapókunum þá er blaðið á ískapnum og ert með kvittununa bara í pókanum þannig að þú skrifa bara strax, þá gleymist þetta ekki. Akkurat. En við vorum fyrstu ferðalögin, þá vorum við náttúrulega með smábörn og þegar maður er með smábörn þá er maður náttúrulega bara svolítið að keyra svona smábarna prógram og þá er eiginlega svolítið gott að vera blankur. Það er mjög ódýrt, því langa korti er ekkert á veitingastæði með lítil börn, þú færð hvort er ekkert að sitja og njóta. Þannig þá var maður bara svolítið svona að smyrja nestið og svona. En auðvitað eru náttúrulega til ýmis önnur tricks ef maður er vill fara vel með peningana á ferðalögum. Fyrir það fyrsta þá náttúrulega þarf maður náttúrulega kannski að finna gott flug. Já. Og ef maður er náttúrulega sveigjanlegur þá nær maður nú alltaf flugi á góðu verði. Og við til dæmis erum sjálfstætt starfandi og við höfum farið út þarna í desember. En verð í desember, það er bara himinn og haf á milli í byrjun desember eða akkurat þegar jólafríið er að byrja, þegar allir er að fara. Þannig að ef fólk til dæmis getur samið við vinnuveitendur sínar að fá að hnika eitthvað til sumarfríinu eða jólafríinu þegar ekki allir er að fara, þá nær er náttúrulega bara miklu betra flugverði. Og svo segi ég nú alltaf við fólk að það eigi að fara bara beint inn á heimasíður flugfélagana og bóka. Ekki bókanavélarnar vera. Já, þú veist, akkur ættir að vera, já, ég meina allt í lagi að nota leitavélarna bara til að finna möguleikana á flugi en að ekki borga þessum milliliðum. Nei, ég veit. Keyptu bara beint af flugfélaginu. Líka er það bara þægilegra ef eitthvað kemur upp á og þarft eitthvað að fá endurgreiðslu og annað að eiga bara beint við flugfélagi. Svo rak ég mig nú einhvern tíma og ég held þetta hafi verið fjallað með einhvers staðar að voru mismunandi verð gefin upp eftir því í hvað landi þú sagðist vera. Já, það getur vel verið sko. Það var þetta ég man ekki hvað flugfélag það var ekki íslenskt flugfélag. Já, einmitt. Já, og svo er náttúrulega alls konar svona þessar leitarvélar þær, þú veist, er með eitthvað minni og svona. Já, einmitt. Það er alls konar það er alls konar kenningar varandi það sko. Nei, en svo náttúrulega líka ef þú kannt fleiri tungumál, til dæmis ef þú ert að leita bílaleigubíl, til dæmis sniðut að prófa að leita á einhverju öðru tungumáli, þá færðu oft fleiri möguleika. Okay. Manni dettur náttúrulega alltaf bara fyrst í hug þessar alþjóðlegu stóru bílaleigur, en það eru náttúrulega til bara alls konar aðrir möguleikar og sem koma þá kannski oft upp við annars konar leit. Og möguleikar sem er ekki að leita í á alþjóðlega markaði. Nei. Á talandi bílaleigubíla, það er náttúrulega líka að spara sér þann kostnað ef maður er í þessum íbúðaskiptum, því það er oft skipt, ég er að skipta á bílunum líka. Þannig að það getur muna líka, sko. Og þú, eins og þú segir, það er líka hægt að gera þetta innanlands. Já, algjörlega. Ég til dæmis í sumar, það ætla ég að fara í 2 sumarbústæði. Já. Það ætla að fara í viku á Vesturland og svo ætla ég í Mývatnssveitina. Við notum þetta mjög mikið innanlands. Við búum alltaf Akureyri og við erum 5 og 5 manna fjölskylda að fara til Reykjavíkur. Já, dýrt. Já, ég meina, þú veist, við eigum alveg ættingja þetta í bænum, en það er bara ekkert skemmtilegt fyrir ættingjana kannski og ekki heldur skemmtilegt fyrir okkur að vera marga daga inn á ættingjum. En það er alltaf einhverjir Reykjavíkingar sem vilja koma norður á skíði eða N1 mótið eða hvað sem og þá er þetta nýtið með þessa möguleika á að nota seinna eða nota fyrr. Já, eða bara, þú veist, ég meina yfirleitt er þetta bara sama tíma en reyndar hérna. Já, það er yfir það. Þú veist, það er þetta að skilja heimilið sitt eftir þess að fara á heimilinu hérna heimalands alltaf ef ég fer að heimilinu í einhverja lengri tíma, þá læti ég skil heimilið aldrei eftir tómt eila. Það er alltaf einhverja heimilinu hjá mér. Mér líður eiginlega illa ef að ég skil það eftir ef enginn er að koma og það bara stendur tómt í marga dagi. Mér finnst það bara svo vond nýting það er bara sóun sko. Eins og þú segir, 25.000 nóttin. Nákvæmlega. Það er bara heil mikið sko. Já. En ég hef ekkert verið að leigja heimilið mitt þannig sko. Þú voru ekki farið inn á eins og Airbnb og það? Jú, með leiguíbúðirnar en ekki bara heimilið hérna. Já. Frekar nýtt heimili bara í íbúðskiptin. En bókinum Spán er ekki eina bókin sem þú skrifað, þú ert líka hérna með bókina
íbúðaskipti, minni kostnaður, meiri upplifun. Já. Þetta kannski segja mér aðeins frá henni, þetta nýlegt? Nei, hún reyndar alveg hundgömmul sko. Ég nefnilega, það var bara þannig, þegar ég byrjaði á þessum íbúðaskiptum, þá bara fekk ég þetta alveg á heilan og ég bara byrjaði að predika þetta bara út allt. Mér fannst þetta bara svo geggja, ég var bara fyrir einhverju hugljómun, þannig ég bara fór að segja öllum frá þessu og bara og vildi bara einhvern veginn allir færi í þetta. Mér fannst þetta svo geggja, þannig ég byrjaði að vera með svona fyrirlestra hjá Endurmenntun, þar sem ég var að kenna þetta. Og svo var ég búin að vera með það þá í nokkur ár og ég hugsa að ég væri nú búin að tæma markaðan, þannig ég fór í að skrifa þessa bók þá bara. En ég alveg ennþá að halda þessa fyrirlestra þó að bókin hefði komið út fyrir nokkur árum. Það ekki bara aukist ef eitthvað það? Jú, það alltaf fleiri og fleiri sem að opna augun fyrir þessum möguleika. Og svo hefur við náttúrulega verið svo ótrúlega heppin í Íslandi. Ísland hefur verið náttúrulega svolítið í tísku og fólk hefur viljað koma hingað. Þannig að það hefur verið frekar auðvelt fyrir Íslendinga að gera skipti. Já, af því það hefur bara verið það margir sem hafa viljað koma sko. Það hefur ekki að krossleggja fingur að svo haldi áfram? Jú, en það ekki, ég meina, við erum alltaf með eilíðað gos hérna á Reykjanesi. Ég segðu, þannig að það er alveg magnað að sjá þetta sést út stofugluggann hjá mér. Það er eins og eitt svona stórt tré sem fyrir og horfa yfir þennan mökk, þetta magn. Já, ég er ekki búin að, ég rétt sá glitta í þetta þegar ég flög til landsins hérna, frá Tenerife á sá maður Bjarman, en ég hef ekki einmitt verið svo heppin að ganga upp að þessu. Þetta magna. Kannski sumar, sjáum til. Hvernig sérðu svona framtíðina fyrir þér? Hvert stefnir upp? Þá bæði í allir þessu og svona kannski fjárhagslega líka, hvort þú hafir og hver þá eru því fjárhagslegu markmið? Já, ég sé fyrir mér að við höldum bara áfram á þeirri braut sem við erum á, sem sagt, að setja peningar í fasteignir og ferðalög. Ég held að það sé bara ágætt að gera það, ég er alveg til í það. Og halda áfram að fara svona reglulega í burtu. Mér langar kannski ekki endilega að flytja alfarið til Spánar eða Tenerife, ekki strax allavega, en því að það er líka galdurinn í þessu er líka að koma tilbaka. Það er þá maður kann meira að meta líka það sem maður hefur hér þegar maður fer svona þessi burtu og kemur tilbaka. En mér finnst gott að geta deilt árunu svona niður og fara svona í langdálir erlendis, en svo verður náttúrulega líka bara komið í ljós við erum náttúrulega foreldrar og áherslu barnan er að breytast, við erum náttúrulega að fara svolítið inn í úlingsárin núna og ég bara líka svolítið að sjá einmitt hvernig það verður. Ég menna að það hingað til hafa dætur okkar verið mjög viljugar að koma með. En ég veit ekki, það getur vel verið að það breytist, þú veist, komni kærastar í spilið og eitthvað svona þegar það fyrir að gerast. Maður veit ekki, þannig að við bara spilum svolítið með því. En ég hef haft mjög gaman að því að miðla þessari þekkingu, mér er gaman að skrifa þessar bækur og þetta er kannski ekkert best launað starfi heimi sko, að vera bókaútgefandi. Trúið ég, það er mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt og það nefnilega, maður má heldur ekki gleyma því að þó við þurfum peninga þá þarf líka að vera svolítið skemmtun í hlutunum og við verðum að hafa gaman að þessu. Og þú gefur einmitt þessar bækur út sjálf, er það ekki? Jú, sko ég hef skrifað 10 bækur og fyrstu 5 bækurna voru gefnar út bara af forlögum. En svo fannst mér ég einmitt fá svo lítið út úr því peningalega og það kannast allir við þetta sem hafa skrifað bækur. Það er þýtt eina bók, það er ekki margir peningar í því. Nei, einmitt það gefur ekkit sérlega mikið, ekki nema úr sért Arnaldur Indriðason. En allavega ef þú ert að gera þetta sjálfur þá kemur aðeins meira í þinn hlut. Já, fyrir náttúrulega skiptum fyrir aðeins meiri vinnu. Fyrir náttúrulega aðeins meiri vinnu, já. En já, þú ræður meiru og svona. Þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara þessa leið. Ég sé alls ekkit eftir því að hafa farið sjálf út í að gefa út. Og þó þetta sé kannski ekkit alltaf að gefa, eins og ég sagði, þetta er kannski ekki best launasta starfi í heiminu, þá gefur þetta samt
þetta fólk mjög þakklátt fyrir upplýsingagjöfina og það gefur mig mikið mér sjálfri að fá þetta þakklæti og geta deilt þessum upplýsingum sem að mér finnst bara mikilvægar fyrir fólk og núna sérstaklega eins og með þessa nýju bók nýtt líf á Spáni það bara þetta mjög þakkláttar upplýsingar ég að heyra það frá fólki það náttúrulega mikið af eldri borgurum sem að flytja til Spánar og sumir eru nú bara ekkert með svo góða kannski ensku kunnáttu eða tungumálakunnáttu til að leita sér réttrar upplýsinga þannig að bara þægilegt að fá þetta svona á bókaformi til dæmis þannig að þetta svona, kannski svona þolinmóðakynslóðin sem að leggst í það að lesa svona bækur hluti þannig að fólk á mínum aldur og yngra sem að sko, ég tek eftir því sjálfur ég þarf að hlusta orðið og hluti ég síður lesa einmitt. Er það eitthvað sem að veri þarf að lesa þetta heldur og gefa þetta út þannig líka? Það er spurning hvort að maður fari í það ég hef alveg fengið fyrirspurnir það sko en það getur vel verið það er framtíð. Ertu með bækur í kortum? Ég er náttúrulega með alls konar hugmyndir og svona þetta dró svolítið úr manni kjarkin þetta COVID sko þér og fleirum Já, af því að svona flest það sem ég hef verið að koma nálægt undanförnum árum það tengist ferðalögum á einhvern hátt þannig að ég er svona að fara að koma enn inn að ferðabókinni ég veit ekki hvort að það sé alveg málið ferðalög í COVID Nei, ég segir svo hugur að það sé mjög uppsvefnuð ferðarþörf hjá fólki mér heyrist það líka þannig að fólk ætlar sér ekkert að hætta að ferðast það er bara svona aðeins að bíða eftir að verða bólusett Styttist nú í það það styttist í það allavega hérna Já. En svo er náttúrulega bara spurningi hvað verður hvort það kom eitthvað annað bara eða hvað sem við þurfum eitthvað annað sem við þurfum að takast á við eða hvað tökumst á við það þegar það kemur já, við skum ekki vera hérna fara áhyggjur af því algjörlega Ég held að við ættum að láta þetta verða loka orðin í þessu spjalli. Þetta er búið að vera ekki nema þú hafir eitthvað sem þú vilt bæta við. Alveg sérstaklega. Nei, ég bara hvet fólk til þess að láta peningaleysi ekki stoppa sig til þess að láta drauma sína rætast sko í rauninni því að það er oft hægt að gera hlutina á ódýrari hátt með því að vera sniður eins og með því að nýta íbúðaskipti eða það er bara oft hægt að koma sér líka í betri stöðu með því bara að breyta til, flytja sig set til dæmis eins og við fluttum norður eða, og líka kannski bara að ef fólk er í einhverjum krökkum eins og því að við ætla að vera að hvetja fólk til hér að bara leita hjálpar og semja skuldirnar og það það sem hrunið mitt kendi manni að líka bara flestir eru til í að semja við mann ef maður sýnir einhvern vilja á að greiða sko þannig að ekki vera hræddur við það að reyna að koma sér á betri stað með því að leita lausna sko. Og talandi um það, ef fólk vill nálgast bækurnar eða fyrirlestra eða fá ráða og aðstoð hjá það, hvernig hefur það uppáðið? Ég er með heimasíðu sem heitir Lífið eða ferðalag og þar er ég með vefverslun þar sem hættir að kaupa allar þessar bækur en annars fást það líka bara í Eymundsson. Frábært. Snæfríður, það búið að vera ótrúlega gaman að tala hérna við þig. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig og takk fyrir góða þætti. Ég hlust alltaf, mér finnst þetta æðislega þættir. Það er alltaf gaman að heyra það. Takk fyrir. Og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægjuð að gagna þessu spjalli þá máttu endilega benda vinnuðínum og fjölskyldu og hlusta á leitina penningunum. Og líka ef þú laumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina penningunum. Takk fyrir að hlusta.